Góðan dag, kæru áhorfendur, sveitarstjórnarfulltrúar og starfsmenn. Ég býð ykkur velkomin til fundar í sveitarstjórn Borgarbyggðar númer 255 og segi fund hér með settan. Til fundarins eru mættir Davíð Sigurðsson, Eva Margrét Jónudóttir, Eðvarð Ólafur Traustason fjarverandi en í hans stað situr fundinn Þórður Brynjarsson. Telma Dögg Harðardóttir, Sigurður Guðmundsson, Sigrún Ólafsdóttir, Ragnhildur Eva Jónsdóttir, Bjarney Bjarnadóttir og sú sem hér stendur Guðveig Eyglódóttir. Starfsmaður fundarins og ritari fundarins Lilja Björg Ágústsdóttir, sviðsstjóri stjórnsýslu. En kæra sveitarstjórn, starfsmenn og aðrir áhorfendur, það eru smávægileg frávik frá hefðbundinni dagskrá í dag. Sveitarstjórinn okkar í fríi og því fellur skýrsla sveitarstjóra niður. Eins óskar forseti eftir að fá að bæta einni fundargerð fjallskilanefndar Oddsstaðaréttar inn með afbrigðum en fundargerðin kemur þá inn undir lið númer 15 og í kjölfari bætist við einn efnisliður úr þeirri nefnd, það er að segja beiðni flýtingu á leitum sem kemur þá undir lið númer 8. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykja þessa breytingar frá auglýstri dagskrá að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Og þá okkur ekkert að vanbúnaði en að ganga til dagskrá og dagskráin í dag í 15 liðum, 8 afgreiðsluliðir og svo fundargerðir. Og fyrsti liður á dagskrá í dag ber heiti kosningar í ráð og nefndir 2022 til 2026 með málsnúmeri 2205/140 en óskað hefur verið eftir breytingu á embætti varamanns í umhverfis- og landbúnaðarnefnd að Bjarni Benedikt Gunnarsson fái laust frá störfum sínum sem varamaður og í hans stað verði skipuð Ragnhildur Eva Jónsdóttir sem varamaður í umhverfis- og landbúnaðarnefnd. Þá hefur Sonja Lind Eyglódóttir beðist lausnar sem aðalmaður í velferðarnefnd Borgarbyggðar og lagt til að Eva Margrét Jónudóttir verði skipuð í hennar stað. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi drög að bókun. Bjarna Benedikt Gunnarssoni veitt laust frá varamennsku í umhverfis- og landbúnaðarnefnd og Sonju Lind Eyglódóttir veitt laust frá setu í velferðarnefnd Borgarbyggðar. Þeim þakkað fyrir þeirra störf í þágu sveitarfélagsins og óskar velfarnaðar í nýjum verkefnum. Ragnhildur Eva Jónsdóttir skipuð varamaður í umhverfis- og landbúnaðarnefnd og Eva Margrét Jónudóttir skipuð sem aðalmaður í velferðarnefnd Borgarbyggðar og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja þessar breytingar að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá við komin að öðrum dagskrárlið sem ber heitið stefnumörkun bátaskýli Skorradalur ósk umsögn með málsnúmeri 2407/224 og það afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar númer 67 og þar segir í bókun nefndarinnar: Skipulags- og byggingarnefnd gerir ekki athugasemd við breytingu á stefnumörkun bátaskýla og bátaaðstöðu við Skorradalsvatn og vísar til endanlegrar afgreiðslu hjá sveitarstjórn. Og þetta var samþykkt samhljóða í nefndinni. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga að bókun sem svohljóðandi: Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við breytingu á stefnumörkun bátaskýla og bátaaðstöðu við Skorradalsvatn. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá við komin að þriðja dagskrárlið sem ber heiti beiðni umsögn fyrir vindorkugarðinn Sólheima með málsnúmeri 2407/052 og það afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar númer 67 og þar segir í bókun nefndarinnar: Skipulags- og byggingarnefnd gerir ekki athugasemd við matsáætlanir fyrir vindorkugarðinn Sólheima og vísar til endanlegrar afgreiðslu hjá sveitarstjórn. Nefndin leggur áherslu á að gætt sé að umferðaröryggi og að frágangur sé til fyrirmyndar og þetta var samþykkt samhljóða í nefndinni og málinu fylgir umhverfismatsskýrsla, uppdrættir og viðaukar. Umhverfismatsskýrslan var lögð fyrir fundinn, hin gögnin aðgengileg á skipulagsgátt og máli númer 852 frá 2024. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við matsáætlun fyrir vindorkugarðinn Sólheima og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt með 8 atkvæðum, einhver sem kann að vera á móti, 1 fulltrúa sem situr hjá. Þá við komin að fjórða dagskrárlið sem heitir beiðni umsókn vegna vindorkugarðs í Garpsdal með málsnúmeri 2407/049
og það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar nr. 67. Skipulags- og byggingarnefnd gerir ekki athugasemd við umhverfismatsskýrslu Vindorkugarðs í Garpsdal og vísar til endanlegrar afgreiðslu hjá sveitarstjórn. Nefndin leggur áherslu á að gætt sé að umferðaröryggi og að frágangur sé til fyrirmyndar. Samþykkt samhljóða. Málinu fylgir greinargerð, uppdrættir og 9 viðaukar. Umhverfismatsskýrslan er lögð fyrir fundinn. Hin gögn eru aðgengileg í skipulagsgátt og er máli númer 758 frá 2024. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillögu bókun. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við umhverfismatsskýrslu Vindorkugarðs í Garpsdal. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 5. dagskrárlið sem ber heitið Eskiholtsskógur umsögn aðalskipulagsbreytingu með málsnúmerið 2405-301 og það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar nr. 67 og þar segir í bókun nefndarinnar: Skipulags- og byggingarnefnd telur að verið sé að fylgja þeim ákvæðum sem tiltekin eru í gildandi aðalskipulagi Borgarbyggðar hvað varðar dreifbýlisyfirbragð á landbúnaðarsvæðum þar sem umræddar lóðir eru stórar og langt á milli húsa. Lóðirnar standa við veg sem liggur að frístundasvæði Eskiholtsskógar og því ekki að ræða samfellda byggð eða götumynd. Borgarbyggð telur að sé að ræða breytingu sem léttir nýtingu landsins, það er að segja að færa skilgreiningu frá frístundabyggð yfir í landbúnaðarland sem var upphaflega skilgreinda landnotkunin á svæðinu. Landið er allt í eigu sömu aðila og hefur ekki áhrif á aðliggjandi landeigni og varðar því eingöngu málsaðila og sveitarfélagið. Skipulags- og byggingarnefnd vísar til endanlegrar afgreiðslu til sveitarstjórnar samkvæmt 32. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og þetta var samþykkt samhljóða í nefndinni og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður fyrirgefðu. Davíð Sigurðsson óskar eftir til máls. Já, forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Mér langaði bara aðeins að bara til brýningar fyrir þá sem ekki vita hvað máli snýst. Þá snýr þetta að landi sem í dag skilgreint sem frístundabyggð og beiðni hafði komið og verið samþykkt hér í sveitarstjórn að taka 5 lóðir út úr þessu frístundasvæði og færa aftur í landbúnaðarnotkun. Þar sem að landeigandurnir sem eiga landið hyggjast byggja íbúðarhús sem þeir hyggjast búa sjálfir í. Og við töldum þetta, það kom athugasemd frá Skipulagsstofnun og þess vegna er málið komið aftur hér inn á borð og þetta er það svar sem að nefndin leggur til að sveitarstjórn samþykkja verði sent til Skipulagsstofnunar. Takk. Takk Davíð Sigurðsson fyrir að ítra þetta fyrir okkur. Orðið er ennþá laust þennan dagskrárlið og það er ekki fleiri sem kveða sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir svör skipulags- og byggingarnefndar við athugasemdir Skipulagsstofnunar er varðar óverulegar breytingar á aðalskipulagi sveitarfélagsins með minnkun frístundabyggðar í landi Eskiholtsskógar. Sveitarstjórn samþykkir framlaga breytingu á aðalskipulagi fyrir sitt leyti samanber 32. grein skipulagslaga og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 6. dagskrárlið sem ber heitið endurskoðun á samning við Skógræktarfélag Borgarfjarðar 2024 með málsnúmerið 2408-029 og það er afgreiðsla frá fundi umhverfis- og landbúnaðarnefndar nr. 65. Þar segir umhverfis- og landbúnaðarnefnd samþykkir samning fyrir sitt leyti og vísar samningnum til afgreiðslu í sveitarstjórn. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn Borgarbyggðar staðfestir samning við Skógræktarfélag Borgarfjarðar dagsettan 1.12.2024. Er 1. desember 2024. Það er rétt. Það er rétt. Já, það tekur gildi þá. Herðu, þá bið ég þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá er það 7. dagskrárliður sem ber heitið snjómokstur í Borgarnesi, útboð 2024 með málsnúmerið 2408-027 og það er afgreiðsla frá fundi umhverfis- og landbúnaðarnefndar nr. 65. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd felur starfsmanni nefndarinnar að fullvinna útboðsgögnin í samræmi við umræður á fundinum og leggja þau fyrir sveitarstjórn.
og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sig hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykki framlög gögn með áorðnum breytingum og felur sveitarstjóra að fullvinna gögnin og bjóða út snjómokstur til samræmis við þau. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykki að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. 8. dagskrárliður ber heitið beiðni flýtingu á leitum 2024 með málsnúmeri 2408-047 og það afgreiðsla frá fundi fjallskilanefndar Oddsstaðaréttar nr. 51 og þar segir í bókun nefndarinnar: Fjallskilanefnd Oddsstaðaréttar óskar eftir heimild til að flýta fyrri leit 1 viku haustið 2024. Fyrri leit verði þriðjudaginn 10. september og fyrri Oddsstaðarétt miðvikudaginn 11. september. Óskað eftir staðfestingu sveitarstjórnar og að sveitarstjórnin leggi tillöguna fyrir stjórn fjallskilaumdæmis Akraneskaupstaðar, Borgarbyggðar, Hvalfjarðarsveitar og Skorradalshrepps til ákvörðunar. Ástæður beiðninnar einkum þær að fjárhagslega getur verið mun hagstæðara fyrir bændur að fá fé sitt fyrr heim þar sem töluverður munur á álagsgreiðslum milli vikna í september. Einnig telja bændur allar líkur á því að gróður verði farinn að falla á þeim tíma sem réttir eru samkvæmt skipulagi og þar af leiðandi hætta á stöðnun í vexti lamba. Allir bændur sem ráku fé á afrétt eru einhuga að færa smalamennskunum viku, auk þess sem engin aðili sem þarf að leggja til mannskap í leitir setur sig á móti breytingunum. Seinni leitir og réttir haldist óbreyttar. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sig hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir að flýta fyrri leit 1 viku haustið 2024. Þá verði fyrri leit þriðjudaginn 10. september og fyrri Oddsstaðarétt verði miðvikudaginn 11. september. Erindi vísað til stjórnar fjallskilaumdæmis Akraneskaupstaðar, Borgarbyggðar, Hvalfjarðarsveitar og Skorradalshrepps samkvæmt 48. grein laga nr. 6/1986 afréttarmálefni, fjallskil og fleira. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Og þá höfum við lokið afgreiðslumálum hér á þessum fundi í dag og þá eigum við bara eftir að leggja fyrir fundagerðir. Og fyrst það fundagerð byggðarráðs, fundi nr. 677 og forseti gefur orðið laust þessa fundagerð. Og það enginn sem kveður sig hljóðs og þá telst sú fundagerð framlögð. Þá það fundagerð byggðarráðs Borgarbyggðar frá fundi nr. 678 og forseti gefur orðið laust þessa fundagerð. Bjarney Bjarnadóttir, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur, mig langar aðeins að kveða með hljóðs sem fyrir lið 10.4 í fundagerð byggðarráðs sem unglingalandsmót. Mig langar bara aðeins að fá að varpa ljósi á því litt afrek í raun þetta mót var og hversu mikið þrekvirki var unnið, bæði náttúrulega allur aðdragandinn og allur aðdragandinn og skipulagning þegar mótið kom og eins líka síðustu vikuna sem fólk var vakið og sofið yfir því að láta þetta allt ganga upp. Og það erfitt að ætla að fara að draga eitthvað fólk út og hrósa vegna þess að það voru svo, það þurfa allir einhvern veginn að gangi í takt til að svona stór viðburður geti gengið upp. Mér langar samt að nefna frá Borgarbyggð að Ámundi áhaldahúsinu var mjög öflugur og Sóley Baldurs og Stefán Broddi sveitarstjóri, þau voru vakin og sofin síðustu vikuna sérstaklega til að láta tjaldsvæðið í raun bara að vera hægt að nota það fyrir mótið. Þannig að mér langar sérstaklega bara að þakka samstarfi við Borgarbyggð og þremenningarnir sem að svona svolítið, eins og ég segi, þau báru hitan og þungan hann síðustu vikuna. Að mér langaði bara þakka öllum kærlega fyrir samstarf sem komu að þessu og líka Björgunarsveitir, allir viðbragðsaðilar, það voru bara allir einhvern veginn tilbúnir að koma að þessu og enda gekk þetta frábærlega og hamingjóskum búið að rigna yfir bæði UMSB og sveitarfélagið í kjölfarið. Þannig að mér langaði bara að koma þessu á framfæri. Já, takk fyrir það Bjarni. Við tökum undir það að það var all umgjörð og skipulag og vinna til fyrirmyndar og það ber að þakka öllum þeim sem komu að þessu vinnu við þetta landsmót og íbúum fyrir að gera þetta svona eins flott og það var og ekki spilti að veðrið lék við okkur hér í Borgarbyggð þessa helgi líka.
Þannig að mikla þakkir til allra. En fleiri sem vilja taka til máls undir dagskrárliðnum fundargerð byggðarráðs Borgarbyggðar nr. 678. Svo ekki, þá telst sú fundargerð framlögð. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 11 sem er fundargerð skipulags- og byggingarnefndar frá fundi nr. 67. Við erum nú þegar búin að afgreiða nokkra liði frá þessari fundargerð en forseti ætlar að biðja formann nefndarinnar Davíð Sigurðsson að koma hér upp og gera það stuttlega grein fyrir fundargerðinni. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, takk fyrir það, forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég ætla að renna hérna stuttlega yfir fundargerð skipulags- og byggingarnefndar nr. 67. Fyrsti liður á dagskrá ber heitið Borgarbraut 56-60, umsókn deiliskipulag. Það er lögð fram tillaga breyting á deiliskipulagi fyrir Brúartorg frá árinu 2000 og gerð er breyting á uppdrætti þar sem hluti lóðar Borgarbrautar 56 er sameinuð við Borgarbraut 56-60 og hliðrast lóðin til vesturs. Byggingarreitur Borgarbrautar 56-60 er skilgreindur og heimilt er að koma fyrir hleðslustöðum fyrir rafmagnsbíla við bílastæði á lóðinni. Aðrir skilmálar haldast óbreyttir og tillagan samræmist gildandi aðalskipulagi. Og þetta var samþykkt að setja þessa deiliskipulagstillögu í auglýsingu. Svo tókum við fyrir hér áðan beiðni óskum umsókn frá Skorradal stefnumörkum fyrir bátaskýli og umsagnir fyrir 2 vindorkugarða í Dölum og Reykhólum. 5. liður var Jónstún, umsókn byggingaráform og byggingarleyfi, þar sem nefndin hafði áður hafnað beiðni að fá að byggja á þessari tilgreindu lóð vegna þess að það samræmdist ekki aðalskipulagi og að halda samfellu í góðu ræktunarlandi. En það voru sendin ný gögn eða réttara sagt nánari gögn þar sem að þetta var útskýrt betur og myndir til útskýringar og þá kom í ljós að þetta vissulega rýfur ekki samfellu í ræktarlandinu og þannig að nefndin sneri við fyrri afgreiðslu og samþykkti að það skyldi byggt þarna. 7. liður, hann tókum við fyrir áðan, það er aðalskipulagsbreyting fyrir Eskiholtsskóg og svo er 7. liður, það tengist sama máli en það var bara ný deiliskipulagstillaga fyrir frístundabyggðina þar sem að landið er minnkað. 8. liður var Borgarbraut 55, umsókn deiliskipulag. Það er lögð fram fyrirspurn frá lóðarhafa á Borgarbraut 55 breytingu á byggingaráformum á lóðinni en breytingarnar lúta því að húsið verði 2 hæðir í stað 3 en nýtingarhlutfall verði óbreytt. Í húsinu verði 16 íbúðir frá 50 fermetrum og upp í 105 fermetra stærð. Byggingarreit og bílastæðum verði einnig breytt. Meðfylgjandi var skýringamynd. Nefndin tók vel í þessa breytingu og samþykkti samhljóða að þessa fyrirspurn að tökum þá bara við nýrri tillögu að deiliskipulagi þarna. 9. liður, það var Sigmundarstaðir, Mælimastur og Grjóthólsi, umsókn deiliskipulag og lögð var fram ósk hagsmunaaðila deiliskipulagið að umsagnartími yrði framlengdur til næstu mánaðamóta. Málið væri umdeilt og umfangsmikið. Tímasetning auglýsingar þannig að ekki væri séð að hagsmunaaðilar hefðu getað náð að kynna sér deiliskipulagstillöguna né skrifa athugasemd. Fólk væri í sumarfríi auk þess sem að þetta lenti á háannatíma hjá bændum vegna heyskapar. Vegna umfangs vindorkuverðs nálægðar við bið sumarleyfa á háannatíma bænda ætti umsagnarfrestur orðið lengri. Nefndin samþykkti að framlengja umsagnarfrest deiliskipulagsins til og með 18. ágúst eða 10 daga. En þá ástæðan fyrir því að það var ekki orðið við því að fara alla leið fram á mánaðamótum er að það þarf að gefa
skipulagshönnuðum tíma til þess að koma með svör fyrir næsta fund skipulagsnefndar. Svo voru lagðar fram 2 fundargerðir afgreiðslufunda skipulagsfulltrúa og 2 fundargerðir afgreiðslufunda byggingarfulltrúa. Fleira var ekki gert. Takk. Takk fyrir það, Davíð Sigurðsson, og orðið er laust fundargerð skipulags- og byggingarnefndar frá fundi nr. 67. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst sú fundargerð framlögð. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 12 og ég ætla að biðja formann nefndarinnar Sigrúnu Ólafsdóttur að fara yfir fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi nr. 64 og 65 sem er dagskrárlið 12 og 13. Gjörðu svo vel, Sigrún. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég ætla að byrja á því að renna hérna yfir fund nr. 64 hjá umhverfis- og landbúnaðarnefnd. En þar var fyrsti liður á dagskrá refa- og minkaeyðing árið 2024 og þar var farið svona yfir stöðu í málaflokknum og í framhaldinu var ákveðið að gera þetta árlega, hóa saman veiðimönnum á haustdögum og fara yfir hvernig verklagsreglur og samningar stæðu og þess má nú geta allavega þær upplýsingar sem við höfum svona verið að fá undanfarið að þá virðist vera mikið af sérstaklega ref þetta árið og munum við svona fara betur yfir það allt saman á þeim fundi sem við fáum veiðimennina til okkar. Númer 2 er úttekt á sorpmálum. Fengum Púr Norð í Hveragerði til þess að gera úttekt á sorpmálunum hjá okkur og sú vinna er enn í gangi en meðfylgjandi er þarna skýrsla sem að svona var fyrsta skrefið í þessu sem að við vorum að skoða og sú vinna er bara ennþá í gangi að reyna að betrumbæta og gera betur í þessum efnum og erum við búin að sjá þó nokkuð atriðum sem að nýttist okkur vel sem kom fram einmitt í þessari úttekt og þannig að það samstarf mun halda áfram. Þá er komið að þriðja lið sem er sorpútboðið 2024 og þar var á þessum fundi ræddar hugmyndir útfærslur varðandi sorphirðumál í sveitarfélaginu og það skapaðist mikil umræða einmitt út af þessari skýrslu og það var ákveðið að fara í frekari vinnu hvað þetta varðar og þá veindi ég mig bara beint í umhverfis- og landbúnaðarnefndar fundargerðina nr. 65 því að þar á fyrst á dagskrá er einmitt sorpútboðið aftur og það er í vinnu hjá okkur og fyrir næsta fund að þau munu vera lögð fyrir sem sagt útboðsgögn til frekari skoðunar og fer vonandi þá bara í ferli og þarf að gera það í ferli og við höfum kannski kosið að gera það núna svona tímalega síðan því við erum í svolítið þröng en þar sem við vildum bara leggja áherslu á að gera þetta vel og nýta okkur þær upplýsingar sem við erum búin að vera að afla okkur að þá ákváðum við að taka þann snúning að klára þetta næsta fundi. Númer 2 á þessum fundi þá var snjómokstur í Borgarnesi, þéttbýlinu, útboðsgögn lögð fram og starfsmanni falið í framhaldi af því að fullvinna gögnin svona með við umræðurnar sem sköpuðust á fundinum. Þá er liður númer 3, það eru umsóknir í styrkveiðasjóð 2024. Það var komið sem sagt, úthlutun hafði farið fram og þannig að á fundinum var það okkar verkefni að úthluta í þá vegi sem að sótt hafði verið vegna og gerðum við það og svona umræðurnar sem sköpuðust þar akkurat út frá þessu er það að þetta eru litlir peningar, mikið sem okkur langar að gera og árferði eins og það hefur allavega verið núna með endalausu vatnavöxtum og látum að það gerir það að verkum að þetta var svona, já, okkur var ansi þröngur stakkur sniðinn en við reyndum að gera svona eins og vel eins og við gátum með þetta fjármagn. Númer 4 á þessum fundi var endurskoðunarsamningi við Skógræktarfélag Borgarfjarðar og það kom fram
fyrir á fundinum þar sem að við fórum yfir hann. Tillögur að breytingum á fyrirkomulagi heilbrigðiseftirlitsins. Á síðustu mánuðum hafa staðið yfir umræður hvað þetta varðar, hvort að æskilegt væri að flytja þetta til ríkisins. Og þetta var rætt þarna fram og tilbaka og niðurstaðan eftir þá umræðu var þannig að Umhverfis- og landbúnaðarnefnd telur að flutningur á heilbrigðiseftirliti frá sveitarfélagi til ríkis myndi hafa neikvæðar afleiðingar fyrir íbúa og fyrirtæki innan sveitarfélagana. Og það sem helst kom fram í þeim umræðum var það að við töldum að sem sagt, eins og kerfið uppbyggt núna í þessu eftirliti, það væri í raun og veru búið að leggja mikið í það að gera betur og þannig að þetta skilaði árangri og kannski erum við svona ekkert rosalega jákvæð gagnvart eftirlitsstofnunum sem að kannski svona hefur misvel tekist. Og þetta var niðurstaða fundarins og svo bara að sjá hver endanleg niðurstaða verður. Það ekki næstum öll sveitarfélög sem voru búin að skila þessari umsögn og þannig að við bara fylgjumst áfram með málinu. Fleira var ekki gert, þannig að þetta eru þessar 2 fundargerðir sem að lágu fyrir hér. Takk. Takk fyrir góða yfirferð, Sigrún Ólafsdóttir. Og orðið laust fundargerðir Umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi nr. 64 og 65. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst fundargerð Umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi nr. 64 framlögð og fundargerð Umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi nr. 65 jafnframt framlögð. Þá erum við komin að 14. dagskrárlið og það fundargerð fjallskilanefndar rauðskilsréttar frá fundi þeirra nr. 29 og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst sú fundargerð framlögð. Og þá það 15. dagskrárlið sem fundargerð fjallskilanefndar Oddsstaðaréttar frá fundi nr. 51 og forseti gefur orðið laust þá fundargerð. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst sú fundargerð framlögð. Og þá jafnframt dagskrá sveitarstjórnar tæmd í dag. Þetta ekki löng dagskrá sem við erum með í dag, en það hafa verið sumarleyfi og fastanefndir hafa ekki verið með fundi, voru ekki með fundi í júlí. En það getum sagt að það alltaf að fara í fasta skorður hjá okkur núna og haustið handa við hornið og mörg spennandi verkefni. Starfsmenn að koma aftur til vinnu og ég held að starfsmenn skólana séu komnir aftur til vinnu og farnir að undirbúa skólastarfið og væntanlega öll börn sveitarfélagsins spennt að byrja í skólanum aftur og byrja að vakna á morgnana og svona og þetta verður smá brekka en þetta mun allt hafast. Sólarhringnum víða snúið við á mörgum heimilum held ég. En forseti slítur þá þessum sveitarstjórnarfundi í dag og þakkar sveitarstjórn fyrir fundinn og starfsmönnum fyrir þeirra vinnu. Takk fyrir í dag, fundið slitið.